Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. The game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. It's a nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færir þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Forskot í vinnunni. Lenovo. Nýherji. You could guide an expedition. You are Jack Sparrow. There should be a captain in there somewhere. There's the Jack I know. There'll be dangers along the way. Firstly, mermaids, zombies, Blackbeard. The pirate all pirates fear. Captain, I wish to report a mutiny. I can name fingers and point names. Perfect. Steady as she goes. We've fallen behind. Fight to the bitter end! Bring the mermaid! You're killing her. I am a bad man. Is that it? I think so. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur.
meira í leiðinni. At least he got his dying wish. A jumbo casket full of Doritos. They're down by 5. It's 3rd and 9. Genius. Yeah, free Doritos and he'll get out of work for at least a week. The 30. Go! Touchdown! It's a miracle! Good morning! Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta. Komið sælir á vorðu góðir og verið velkomin með okkur á Sport TV hér í úrslitaleik Ægis og SH í sundknattleik. Þetta er þriðji leikur liðana þessu úrslita einvígi Íslandsmeistaratitilinn. Það skemmst frá því að segja að SH hefur unnið báða leikina. Fyrst í Laugardalnum 9-7 á fimmtudaginn, svo í Ásvallalög í gær 12-4. Þannig að svo sem alveg ljóst hverjir verða Íslandsmeistarar fyrir þennan leik, en það gerir svo sem vægi þessa leiks ekkert minna. Guðmundur Marum heiti ég og ætla að fylgja ykkur í þessar útsendingu. Liðin eru klár þarna á bakkanum hinum megin. Bara að stinga sér til sunds hvað á hverju. En markvörður Sundfélags Hafnarfjarðar er númer 1, það er Egill Valur Hafsteinsson, aðrir leikmenn Garðar Snær Sverrisson, Þórarinn Ólafsson, Bragi Þorsteinsson, Mladen Teipa Vesic, Kristján Guðnason, Linus Gagfjörð Sigurðsson, Davíð Jónatansson, Björgvin G. Björgvinsson, Benedikt Jónsson, Orri Freyr Guðmundsson, Árni Guðnason og Guðnason segi ég fyrirgefið, og númer 13 er skráður varamarkmaður sem ég held að sé enginn. Hinum megin er númer 1 markvörður Þorgeir Auðun Karlsson, aðri leikmenn Tómas Þorsteinsson, Elías Halldór Bjarnason, Árni Georgsson, Glenn Moyle, Guðmundur Atlason, Jón Ólafur Sigurjónsson, Albert Veron Smith, Stín Henriksen, Þóra Björg Sigurþórsdóttir, Vadim Forofonov, Póla de Lucas Godiel og Karl Mareska. Númer 2 er Garðar Snær Sverrisson. Númer 3 er Alla þau eru hér til liðin. Það er þessi íþrótt útskýrir sig mörguleiti sjálf fyrir þá sem hafa ekki hort mikið á hana, þó að séu fjölmargar reglur og þræl erfið. En það eru 7 leikmenn í hvoru liði. Markvörður 6 útispilarar. Manninn er að leika ýmist 3-3 eða 4-2. Þessi leikir við 3 aftast og 3 fremst, eða 4 aftast og 2 framherjar. Leikið er í 10 mínútur, 4 leikluta, 2 mínútur hlé milli fyrsta og annars leikluta og svo þriðja og fjórða. 5 mínútna hálfleikur. Leikmenn mega ekki snerta handleggaboltann með báðum höndum í einu nema markvörður, og það má aldrei koma við botninn nema markmenn reyndar, en það er svo sem ekki dutt í því að vera snerta botninn mikið. Það er ekki til botns í þessum liðum þessari laug. Númer 10 Þóra Björg Sigurðsdóttir. Við sjáum hér Númer 11 Karl Mareska. Kannski ekki svo greinilega í mynda sem að það er ekki suma mikið, en það eru merkingar hér sem er 5 metra lína. Þessi brotið á leikmönnum innan þessara 5 metra línu, þessi 5 metrum að marki, þá er dæmt vítakast. Annars staðar er dæmt bara aukakast sem að leikmenn geta tekið strax, ýmist kasta frá sér boltanum, skotið beint eða
sinnt með hann. Fyrst og fremst þarf að gerast er að varnarmaðurinn sem brýtur af sér þarf að gefa sóknarmanninum pláss. Þannig að það stöðvar leikinn ekki mikið. Tíminn er stöðvaður þegar boltinn fer úr leik. Öllu jöfnu gengur þetta nokkuð hratt fyrir sig. En það má svo sem búast við því að hver leikluti tæki einhverja 14 mínútur þó að leiktími sé 10. Þannig að jafnaði. Leikmenn geta verið reknir út af og þurfa þá að synda út í horn. Bíða þær í 20 sekúndur eða þar til að það er skorað. Og það er æði oft skorað þegar leikmennum er vikið að leikvelli. Og eins og ég sagði þá er þetta þriðji leikur liðanna verið mikið skorað í leikjunum til þessa. SH var 9-7 og 12-14. Þannig að við væntum þess að við sjáum einhverja markaveislu hér. Eins og ég nefndi áðan þá þurfa menn að geta menn ekki stígi í botnin og þurfa því að tróða marvaðan nánast allan leikinn eða synda. Og því líka þegar uppi að þetta er ákaflega erfitt og því er mikið skipt. Það eru Ægismenn að byrja að stinga sér til sunds og SH-ingar líka. SH eru með hvítar hettur. Leikmenn Ægis bláar. Liðin í upphafi stilla sér upp þegar sikkoru megin endalínurnar, endaböndin eða hvað við að kalla þetta, og þar til dómarinn kastar boltanum inn á völlin og þá er það leikmenni hérna Fjastóku sem tæka sprettinn og svo nær honum. Hann byrjar með boltan og hans lið. Já, það verður alltaf að vera klárt hér. Dómarinn flytur til leiks og kastar svo boltanum. Og það er Ægir hér nær honum. Ægir, sem með bláar hettur eins og segir, sækir hér frá. Það er til vinstur hann að kasta þessu hanninn á svæði. Þannig er það Stín Henriksen með boltan. Það er sparist þarna á brotið, þannig að hann þarf að færa sig frá. Kristján Gunnarsson var það sem var brotlegur. Hérna er hörð barátta af leikmaður SH Björgvin. Nei, dæmdur brotlegur. Náði ekki boltanum. Það þekki ekki haldunum þar að segja. Björgvinsson. Jó. Elias Halldór var það sem var brotlegur að sjálfsögðu. Mikið flautað. Leikurinn þróast þannig, það er meira og meira um kontakta og brot þar að leiðandi.
Já, gott skotfæri og fyrsta skotið Bragi Þorsteinsson en það er yfir. Nýjum bolta kastað til Þorgeirs í markinu sem sendir hann langt fram. Það er hérna á honum ekki þess á nær þessu Kristján. Bragi Þorsteinsson og hann með skotið og það er rétt fram hjá. Það kemur ægismenn. Stín Henriksen kemur upp í boltar, finnur Jón Ólaf. Stín aftur. Kastar sig átta, tegnum Glenn Moyle. Og Stín með skotið, en þetta er hins verri. Valur Hafsteinsson, markur er sá kemur þessi leik. Finnur Kristján. Sendir að miðinu og kastar svo inn fyrir. Fín sending, en gengur ekki alveg upp. Gallasnær náðu ekki að grípa þetta en ná boltanum og skora fyrsta markið. Það er Árni Gunnarsson. Ekki lengi að þessu. S.A. komið yfir. Nei, þetta mark telur ekki á brot. Já, við erum óhefnilega staðsettir hérna sig, ég er að leita leiklökunni og hún er hér er fram að mig þar sem við höfum hann ekki mynd. Það er engar óhefnilegt en við reynum að gera gott úr því bara. Getum við því að gera. Hér skot sem er Ari Þorgeir Auðun Karlsson. Refsing hér sem að Kristján Guðnason fær reikin út af í 20 sekúndur. Þeir ná ekki nýta sér það. Ægismenn þrátt fyrir dauðafæri og S.A. kemur því sóknin á 20 sekúnduna liðnar. Hann kemur aftur inn á. En Kristján var hér boltan. Já, stöksending frá honum þetta. Jón Ólafur síkist inn í það. Það var Tómas og Þorgeir. Já, hérna kemst Garðar Snær inn í þessa sendingu. Hann sendir langa bolta fram. Þetta er að Björgvinni. Björgvinni dæmdi brotlegur. Það er þarna Tómasi Þorsteinsinni, það er hérna Stín. Hann er með Elias með sér. Já, þetta er ágætlega spilað. Jón Ólafur. Nei. Já, 2-2, það eru tveir leikmenn. Það er Kristján aftur reikin út af. Nei, Bragi Þorsteinsson var þetta, þannig að þeir reynir fleiri, sjáum hvað þeir gera. Og skora, já, jafnametinn. Tómas Þorsteinsson gerir það. Staðan fjórðin 1-1.
skiptingar hér. Þessi tími liðin, hún lauk leið og skora var. Benedikt Jónsson og Kristján. Tími Braga Þorstinsson. Já, hann brotlegur. Nei, hann snýri dómnum. Og skota löngu farið frábært skot á Garðari Snæ og lyfta sér hátt en í þverslána. Það var Vadim brotið honum. Hann fara að taka aukastið og reittur, hendur þessu inn í teginn. Það hart barist. Já, Garðar Snær þarf að hvíla sig í 20 sekúndur. Og leika reynir fleiri hér. Það er ekki alveg markvæs Glenn Moyle hérna. Og Stín. Glenn eru konir nálægt. Öflug vörnin, en komið sig inn í. Elías Halldór, Glenn og það er varið. Refsitíminn liðinn. Og Messangar, löng sending fram. Já, markmannur komið framalega og auðveld vippa fyrir Mladen Tepan Sevic. Hann skorar, kemur svo yfir hún í 2-1. Næsmenn. Vadim, hann gerir sér líklega, nei, þetta skotunni skýtur ekki. Það er boltan aftur, inn í teginn, já. Já, Tómas, þarna fannst maður svo brotið var á honum, en svo þau reynda að kaffa honum, en ekki dæmt. Og kemur S.A. á fullri ferð. Það er Mladen, skoraði á hann. Kemst allaveg sjálfur og hvað? Og lengi með boltan. Máttur er með boltan í 30 sekúndur, Hamar líklega verið of lengi með boltan. Já, dauðafæri, frábærlega varið. Þorgeiri. Þetta sem það nafna galopinn hérna. Hann svo opnast leikurinn. Hann svona víðan völl. Og Vadim skorar. Hérna metinn í 2-2. Þá er fyrsta leikluta lokið. Staðan eftir fyrsta leikluta er 2-2. Við ætlum að kíkja hér á stutt skilaboð frá styrktaraðila þessarar útsendingar Nýherja. Komum svo með annan leikluta hér að Vörðuspori. Forskot í vinnunni. Lenovo. Nýherji. Forskot í vinnunni. Lenovo. Nýherji.
Já, þá syndaði liðin til leiks á ný, staðan 2-2. S.A. komst yfir marki Árna Guðnasonar. Tómas Þorsteinsson jafnaði fyrir Ægi. S.A. komst aftur yfir marki Mladen Tepavesic og Vadim Forofonov jafnaði metin á ný fyrir Ægi. Staðan 2-2 eftir 1 leikluta. Annar leikluti að fara að hefjast hér í Sundlauginu í Laugardal. Þetta er fullu kappi, boltanum kastað akkúrat á miðjun á afturna rægirunum eins og áðan. Góður sprettur hjá Glenn Moyle, ákvæðlega fljótur skriðsundinu. Það er Glenn. Það senda hérna inni á Stín Henriksen en vel varist hjá S.A. Inn í þetta. Já, Garðar og Ægir nær boltanum. Það verðist þessu vel. Það vandraði með að losa hann. Þorgeir markvörður. Skoti hér og Æsvangar. Garðar Snær með skotið. Kemst inn í þetta og eftirleikurinn ætti að vera auðvöldur. Brottisson á Þorgeir, markvörð og þetta var auðvöld. Kristján Gunnarsson fekk sendinguna frá Garðari og skoraði og kom S.A. yfir á ný. Þrjú-tvö. S.A. yfir. Moyle. Stín. Já, Bragi aðeins og aggressífur í vörninni hann ekki Glenn. Sendingin inn í ágætis tilinn hjá Tómasi en þetta er velvari hjá Agli Val. Langur bolti fram. Gott sending og vippa, nei, þetta er á hátt hjá Árna Gunnarssoni. Glæsileg sending fram á Kristjáni. Meitni Gunnarsson. Og svo Stín eftir boltan. Kristján komst þarna inn í sendinguna. Vel varist hjá honum, eins og sem oftar. Svo er það Benedikt. Hann er langa og glæsilega sendingu á Árna. Hvað gerir Árni núna? Frábær markværslega Þorgeiri Auðunni Karlssyni. Boltinn út fyrir
hliðarlínu, þannig að sjá á boltan. Já, Ægir á þennan bolta. Tómas. Og Stín. Garðar Snær. Hann boltan og Gaukakastið finnur Árna Gunna. Gunnarsson þarf að segja. Bragi Þorsteinsson með þetta fína skot sem að Þorgeir varði. Duglegir að kalla hér hliðarlínu skjóttu. Þegar menn komast eitthvað nálægt markinu. Jón Ólafur Elías. Hann með grunasendingu tilbaka en þetta bjargast. Stín og Móil. Það er Elías. Þessi unga brotlegir. Lendi í skotfæri og skorar. Jafnar metin 3-3. Man fær ekki mörkin í þetta, komið 6. Nú þegar. Já, taka miðuna og hafringar. Og máliðis frábær sending frá Mladen. Nei, þetta gildir ekki. Martin þarf vantarlega hvað? Það er uppkast, já. Já. Það veitum við hvernig það er. Bragi brýtir hérna á Vadim og pressa út alla laug. Hafringar. Stín losa bolta, hann finnur Þórbjörg. Þórbjörgu. Hún með Jón Ólaf með sér. Það reyna að vinna þessi stöðu inn í teiknum sjá við harparist Þóra. Já. Boltinn dæmdur af. Ægi kemur að sá. Kristján upp með boltan á sundinu. Komin í ágæti stöðu og hvað vippar, alveg nógu sterk vippa og hvað í slána. Boltinn rúlar svo eftir endalínunni. Kristján að lokum dæmdur brotlegur. Koma heimamenn í Ægi. Það er Jón Ólafur. Finnur Pólur. Björgvin þarf að hvíla sig í 20 sekúndur. Reikin út af. Það er Albert og Vadim. Nei, þetta var ekki gott skot frá Stín. Og S.A. kemur færmænin inn á og eru hérna á hraðsundi fram Mladen. Stepasevic í döðafæri. Finnur félaga sér Garðar Snær og hann skorar. Og kemur S.A. yfir á ný. 4-3. Já, að taka miðuna
hvetjum áhorfendur til þess að kynna sér þessa íþrótt hjá Ægi og SH og Sundfélagi Íslands. Það er þetta að hefur gaman að kasta bolta og synda, það hefur að gera kynna sér þessa íþrótt. Þrælgóð líkamsrækt fyrir það fyrsta, bráðskemmtileg, mjög krefjandi. Og allir velkomnir. Lagspott hér hjá Kristjáni Gunnarssoni sem að Þorgeir varði. Já, ekki mikið eftir segja þeir. En það þeirri stöðu sjá ekki klukkuna. Laufum bara við það. Velmál brotið á honum. En þá annar leikluti búinn, kominn hálfleikur, staðan 3-4. SH í vil þegar flautað til hálfleiks. Nú tekum við 5 mínútna pása, við förum í auglýsingar og komum svo með seinni hálfleikinn. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Forskot í vinnunni. Lenovo. Nýherji. You could guide an expedition. You are Jack Sparrow. There should be a captain in there somewhere. There's the Jack I know. There'll be dangers along the way. Firstly, mermaids.
zombies. Blackbeard. The pirate all pirates fear. Captain, I wish to report a mutiny. I can name fingers and point names. Perfect. Steady as she goes. We've fallen behind. Fight to the bitter end! Bring the mermaid! You're killing her. I am a bad man. Is that it? I think so. Já, velkomnir aftur, áhorfendur góðir. Seinni hálfleikur að fara að hefjast hér í þessum þriðja úrslitaleik Ægis og SH. Búið að flauta þetta til leiks. Boltar er kastað, nú er það SH-ingar sem eru vel á undan. Árni Guðnason þar. Og SH er yfir 4-3. Jájá. Þetta er ekki Tómas sem er reikinn út af eða hvað? Nei. Árni Georgsson reikinn út af, þannig SH einu fleiri í 20 sekundur. Komast í æði nálægt, reiknum við með. Já, hóta skotinu vel og lengi og skora Mladen Tepavesic með sitt annað mark. Og kemur SH 2 mörkum yfir. Þrjú 5. Það fyrir ykkar stefna hér á þriðja sigurinn á jafnmörgum dögum. Og dauðafæri hér eftir þetta brot, nýttu sér þetta vel. Tómas Þorsteinsson skorar sitt annað mark og minkar muninn í 4-5. Bara eins marksmunur. Mjög vel gert hjá honum. Já, takaði miðuna, SH-ingar og komið yfir pöllin. Já, nýttu sér það þarna á þann að þurfa að bakka frá mönnum þegar brotið er. Fengur pláss og skoruð, já. Þannig að brottreistur. Tómas núna reikinn út af. Þannig að SH á séðan einu fleiri. Bragi. Mladen, hann nýtti sér þetta á, hann skoraði. Það sendingin hjá honum ekki góð. Þorgeir segir ég kemst inn í þetta. Þeir pressa ofalega brotlegir og restitími liðinn. Nýtti sér þetta ekki, SH. Ægir getur þó komið upp og jafnað metinn. Það komst inn í þetta, sendir boltan tilbaka. Þeir eru að Bragi. Hann sendir þetta inn í. Nei, Kristján var þetta brotið á honum. SH á boltan. Það getur réttum stað segja þeir aftar. Nú finnur hann Braga. Á vel varið. Einu sinni sem ofta sem Þorgeir Auðun ver vel í markinu. Þetta hérna inn í, það er hart tekist á eins og alltaf á reikinn út af fyrir að halda Garðarinn niðri. Vilja þess að koma sér út á réttum stað. Það er Mladen. Hann er með Braga með sér og hann skýtur og skorar. 3-6, 4-6 segi ég. Bragi með sitt fyrsta mark, nýttist til liðsmuninn. Og voru fljótir að því. 20 sekúndna brottlýsunin rétt hafinn.
þegar 7. markið kom og aftur 2 marka munur. Tekur það í miðuna. Stín. Þetta boltan tilbaka á Jón Ólaf. Elias. Broti hérna á Glenn Moyle. Hann sendir þetta inn fyrir á Tómas. Áraði samangarnum þessa leikmann út af það það Kristján Guðnason. Stín. Ágætis tilraun hérna hjá Tómasi. Hann hafði ekki alveg nóg miklu vald á boltanum þannig að hann fór framhjá. Hann reyndi að hálfpartinn læka boltanum í hornið. Langur bolti fram, þetta er vel gert í þessu. Þetta gera þessu svo vel. Árni Guðnason kom inn í fínt færi, Þorgeir varði. Brotið á hornara. Eða hvað? Þannig að maðurinn sem til hann er kallaður varamarkvörður hér á leikskýrslunum minni og ég veit ekki meiri deila á honum. Vel gert hjá Stín. Tómas með honum. Dómarinn vil fá boltan. Nessa á hann. Þarna sendingin inn fyrir. Vippan í þverslóna. Ágætlega gert hjá Garðari Snæ. Þorgeir náði svo boltanum og þá geta Ægismenn sótt hratt. Elias langar boltinn fyrir á Stín. Honum er haldið. Það er þjóðugakastið. Vel slegist þarna. Nessa á boltan. Dómararnir, þess að geta dómararnir komið frá Hollandi. Hermann Beckers og Hilke Becker. Ekki bræður. Þetta er ekki með sama ættarnafnið. Þó sé líkt. Það kemur Kristján. Hendir hér inn í 8 markinu og það er glæsilega gert. Mladen Tepavesic að skora sitt 3. mark. Kemur þess á 3 mörkum yfir. 4-7. Fljótastur að átta sig á stöðuna þarna eftir þessa fínu sendingu inn í svæðið frá Kristjáni. Skaut strax, Þorgeir sá ekki við þessu. Ægir. Það er vel varist hjá S.A. og Ægismenn brotlegir. Vel gert hjá Ægismennum þarna. Vadim að spilna sér mannahæst.
Og tími baráttunni þarna á fær aukakastið. Benedikt Jónsson brotlegur. Boltinn dæmdur af Ægi. Koma S.A. menn. Og skora. Það tíðnöndur varamarkmaður sem gerir það. 4-8. Lítur út eins og úthaldið sé S.A. manna. Komnir 4 mörkum yfir hér og eru að synda hér fram úr eftir jafnræði frammannuleik staðan 2-2 eftir fyrsta leikluta 3-4 S.A. vil eftir 2 og núna þegar skammt eftir að þriðja leikluta er staðan 4-8 4 mörk gegn einu markmanninn að kasta hérna á milli og svo skot á löngafæri, það er lítið eftir leikmann sjá ekki klukku frekar en ég og svo skot á löngu, hérna munaði litlu Stín með þetta skot og þá er 2 mínútna pása 3 leiklutar búnir, 1 eftir, það eru 10 mínútur, hann kemur til 2 mínútur sem að huga styrktaraðar okkar nýherra hér í hlénu. Forskot í vinnunni. Lenovo. Nýherji.
Jæja, orðið og góðir, þá alltaf verða verið hér fyrir fjórða og síðasta leiklutan í þessum þriðja og síðasta úrslitaleik SA og Ægis. Staðan í upphafi síðasta leiklutans 4-8. SA í vil. Mikill sprettur hér upp. SA fær boltan nær honum. Komið fyrsta sókn fjórða leikluta. Það eru við það að koma sér í færi hér. Garðar Snær sendingun út, góð sending og dauða færi. Og Benedikt Jónsson gerir þetta vel. 9-4. 5 marka munur. Úrslitin svo gott sem ráðin þessum leik. Við vitum það að SA verður Íslandsmeistari. Við mann þetta rétt á vann Ægir í fyrra með marki á síðustu sekúndunum í leik sem við sýndum líka beint hér á Sport TV. Hann var jafnari, meiri spenna í honum. Þessi þriði leikluti gerði útslagið hér í kvöld. Kristján upp með boltan. Það flur á skriðinu. Heldur hann til hægri. Átna. Kristján aftur. Já, glæsilega gert hjá þeim bræðurum þarna og Kristján skorar 10. markið. Annað markið hans. 4-10. Unnu leik 2, 12-4. Stefna því að munurinn verður ekki minni í þessum leik. Sjáum til með það. Já. Svaka brotlegir fyrir tóðsatana. Ægismenn segi brotlegir tóð. Misti af dómarunámskeiðinu í sundknattleikunum, þannig ekki alveg með allar handarhreyfingarnar á hreinu. Vítakast var þetta, já, þá vitum við það. Eini skotið í stöngina vatti Korafonov. Það hefði getað minkað þetta í 5, en setur hann í stöngina, sendi Egil Val í vitlaust horn. Benedikt þarna brotið á honum. Hérna Garðar, hann á í baráttunni og skýtur og vel varið boltinn upp í lofti. Hver nær honum? Það er Þorgeir Auðun, markvörður sjálfur. Martin hengar hér baksundi fram, reynir að þessu lausan fær boltan. Sendingin yfir hér á Pólu. Það brotið á henni. Það er Elias. Póla. Lengi að segja hvað boltan í það minnst að dæmdur að kemur Bragi. Hversu nálægt kemst hann? Hústinni skotfæri, en nei, hann er félaga með sér og finnur Benedikt og hann skorar þetta annað mark. Og hún eru komin upp í 7. 9-4 segi ég, 11. Já, ekki spennandi sem við byggumst endilega við. Það var hörku spennandi fyrsta leikur liðana. Það sá sigraði með 2, 9-7. Ægir virðist einfaldlega skorta þrek gegn þessu firnasterka liði Hafnfirðinga. Ára Stín.
með sendinguninn á Pólu, hún er þessu ekki, nei. Kemur Kristján með langa bolta fram á Árna. Þetta getur þess að vera Björgvin líka. Jú, þetta er hann. Vel varið hjá Þorgeiri. Björgvin hefði kannski þurft að hinkra eins með þetta. Björgvin, Þorgeir var alveg í efstu stöðu þegar hann lét vaða á. Það þurfti að hinkra eftir að hann færi niður til þess að geta sett hann yfir hann. Það var Tómas. Slögsending frá honum. Garðar. Á Kristján. Nei, hann finnur Björgvin. Hann gerir Björgvin aftur aðleit gegn Þorgeiri. Setur hann í slána, óheppinn. Þorgeir bjargar þessu svo. Og Martin nær boltanum. Það er hættinni frá endanlega. Svo er slögsending fram. Kemur Kristján Gunnarsson. Ágæti stílur hérna, góð sending á Braga en hann náði ekki valda boltan, hann náði ekki að blæka honum í netið, fremja fór hann. Brotið á Pólu. Brotið höflauslega á Glenn Möll þarna. Og Kristján reikin út af í 20 sekúndur. Naten tilbúin að koma inn á fyrir S.A. Þessi sókn er búinn líklegast. Stín og Vadim. Stín. Tómas finnur Stín á ný. Ég er erfiðleikum með að finna sér opið færi. Þáttur að verðum fleiri. Jó, finna Moyle. Vel varið upp í slána. Hann fór ekki inn fyrir þessi bolti. Það er sjálfur ljós. Hér kemur Mladen nýkominn inn á fullu skriði. Það eru 3 S.A. fremstir. Það leikir sín á milli hér og skora auðveldlega Árni Gunnarsson. Munurinn orðinn 12-4. 8 mörk. Það er að gríndir Íslandsmeistarar hér á eftir S.A. og það er svo sannarlega verðskuldað. Lítið eftir hér á 4. leikluta. Það var þeim með skotið sem að skapaði enga hættu. Mladen. Og enn fá þeir dauðafæri þeirra gjörsamlega hættir. Ægismenn Bragi skora 13. markið. Markaveisla S.A. heldur áfram. 4-13. Glenn Möll kemur hérna út af loki þáttöku á þessu Íslandsmóti. Albert Veron Smith. Hér er hann kominn á í staðinn. S.A. brotlegir. Árni. Hérna er Veron Smith. Og Vadim. Já, Vadim kemst inn fyrir. Nei, það er brotlegur við þetta saman. Síðastu mínúta. Runnin upp. Nú kemur Stín Henriksen. Þóra komir hérna inn á. Og markið Stín minnka muninn. Það er mjög skammtur til leiksloka. Hálf mínúti eða svo 5-13.
Kristín komin á blað. Munum 8 mörk. Og ný. Og þeir verðast alltaf að skora aftur, já. Ná að setja 1 í viðbót. Björgvinsson skorar þar sitt fyrsta mark. Hún að renna mikið og leiktíminn rennur út. Í kjölfarið lokatölur 5-14. SH í vil. Níu marka sigur. Einkar samfærandi. Þetta var jafnt í 1 leikluta. Mögulega 2, staðan var 3-4 í hálfleik. SH var svona að taka fram úr hans mann í öðrum leikluta. Stungu svo af við þeim þriðja. Sem komist í 4-8 og sýndu svo að þeir voru liðið með úthaldið hér í fjórða og síðasta leikluta. Leiknum lokið 5-14. Síðasta leiklutin fór 1-6. Ég á von á honum Kristjáni Gunnarssoni hérna upp í viðtal rétt strax. Leikmanni það sé ekki bara einfallega fyrirlið SH. Kristján. Kristján. Það er ekki hann. Nei, stundu þetta. Hættun á mig ekki. Klúraði því. Klóttu með hættunum þá. Já, klart. Já. Það búið að stilla hljóð almennilega á þessu? Já, komið. Kristján, þetta var býsna auðveldur seinni hálfleikur hjá okkur hérna í kvöld. Já, hann kannski sýndist það en þetta tók alveg á. Þetta er þriðji leikurinn á 3 dögum, þannig að við erum ánir drulluhreitir. Já, þetta er náttúrulega alltaf erfið þessi íþrótt. Jú, hún er það. Ég er ennþá bara hérna námið sko, ég fekk samt smá auka frí, það er ekki notað. Þessi leikur, þetta var spennandi í 1 eða 2 leikluta og svo er eins og því að við erum hreinlega meira þrek í 3. og 4. Já, ég held að við erum flestir ef ekki allir sko fyrirverandi sundmenn og höfum þar aðeins meiri bakgrunn og þrek í sundinu. Líka við erum með svolítið yngra lið, þannig að við vinnum á því meira þrek. Það var mikil spenna í fyrsta leiknum og kannski rifjar upp einvið fyrir okkur aðeins. Fyrsti leikurinn hérna núna á 5. Sko, ég held að bæði liðin hafi verið svolítið stressuð. Við hérna gerðum nóga mistökum hjá okkur og voru svolítið að fínpússa. Þeir mættu með nýja leikmenn sem við þekktum ekki inn á og þetta setti strákan okkar svolítið út af lagið en við náðum þessu á endanum, 2 mörkum í þeim leik. Og annar leikurinn í Hafnarfirði, þar er svipað upp á Bóstólnum og hérna í kvöld, þið vinnið örugglega. Já, það er alltaf þægilegt að spila á heimavelli og hérna, við vorum búin að setja okkur að markmið að keyra á hraðasóknum og við gerum það, við erum klárlega sterkari í þeim og við gerðum það hérna líka í kvöld og bættum okkur svo í skipulöðum sóknum líka. Nú eru bara 2 lið sem er í sundknattleiknum. Þetta er náttúrulega, það eru fleiri leikir en í fyrra var náttúrulega bara 1 leikur en er einhver vonandi þess að fara að fjölga liðum í þessu? Já, ég vona það sko. Það hafa nokkuð lið sýnt í áhuga að stofna sundknannslið og við erum öll gerð til að aðstofa við það og kynna þetta. Það er svona, við viljum bara breiða þetta út sem hraðast. Og hvert mælirðu með að fólk leitið, þeir sem hafa áhuga á því að kynna sér íþróttuna og byrja að prófa hana? Það er að mæta eins og í Hafnarfirði ásvöldlegina. Við erum alltaf með einhverja á mánudögum, miðvikudagum, föstudögum kl. 8. Og svo er þetta að tala við Sundfélag Ægir, þeir eru með æfingar líka hér í Laugardalslauginni á svipuðum kvöldum.
Og við sjáum það eru stelpur hér að spila, þannig að það eru allir velkomnir. Það eru allir velkomnir, ungir sem aldnir og jafnvel þeir sem kunni ekki að synda. Við erum með eitt sem að byrjaði okkur fyrir 1,5 ári síðan, alveg ósyndur og hann er bara nokkuð duglegur í dag. Þannig að það er enginn að vera hræddur við að koma og prófa. Ákveður, takk fyrir þetta, Kristján. Já, við byrjum andra bæta hérna við. Herri, ég vil þakka þeim fyrirtækjum sem komu að mótinu. Við þurftum að flytja inn erlenda dómara til að halda það. Þannig að ég vil þakka Eimskip, Íslandsbanka og svo Nýherja kærlega fyrir aðstofana við að halda þetta mót. Það er velkomið að þakka þeim fyrir og vel að sé vikið hjá þeim. Nýherji einmitt styrkti þessu útsendingu hér á Sport TV. En nú er að koma að verðlaunafhendingu og ég held að þú ættir að drífa þig niður. Takk fyrir viðtalið. Mig langar að þakka öllum fyrir drengilega keppni. Hörður Oddfríðarsson, formaður Sundsambands Íslands, veitir verðlaun sem Íslandsmeistara árið 2011. Íslandsmeistarar að þessu sinni var Sundfélag Hafnarfjarðar og vann keppnina með 3 viðureignum gegn engum. I would especially like to thank the referees for coming all the way from Holland. Thank you. Já, við hæfi enda þetta með því að þakka þeim Hermann Becker og Hilge Bakker fyrir að koma hingað frá Hollandi til þess að dæma svo að þessi úrslitaleikir 3 gætu orðið að veruleika. SH vann alla 3 leikina 9-7 á 50-daginn hér í Laugardalslaug í Ásvallalög í gær 12-4 og svo hér 5-14 í 3. og síðasta leiknum sem við sýndum beint hér á Sport TV. Þakka ykkur áhorfendur góðir kærlega fyrir að horfa. Við þökkum Nýherja sérstaklega fyrir að styrkja þessu útsendingu og sjá til þess að hún gat orðið að veruleika. Við ætlum að sýna Pepsi-deild kvenna á þriðjudaginn, viljum koma því og 5 leikana á morgun, má ekki gleyma þeim klukkan 11 vorsýning filmleikadeildar afturhaldningar, ekki missa því, og Pepsi-deildinni KR Breiðablik á þriðjudaginn, Pepsi-deild kvenna klukkan 19:15. Guðmundur Marin og þakkar ykkur kærlega fyrir áhorfnina og samfylgdina hér í kvöld. Verið sæl. Forskot í vinnunni. Lenovo. Nýherji. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there.
Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Forskot í vinnunni. Lenovo. Nýherji. You could guide an expedition. You are Jack Sparrow. There should be a captain in there somewhere. There's the Jack I know. There'll be dangers along the way. Firstly, mermaids, zombies, Blackbeard, the pirate all pirates fear. Captain, I wish to report a mutiny. I can name fingers and point names. Perfect. Steady as she goes. We've fallen behind. Fight to the bitter end! Bring the mermaid! You're killing her. I am a bad man. Is that it? I think so. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. At least he got his dying wish. A jumbo casket full of Doritos. They're down by 5. It's 3rd and 9. Genius. Yeah, free Doritos and he'll get out of work for at least a week. The 30. Go!
Good morning! Yeah! Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.